En ég veit ekki hvernig hann fekk að fá vill út úr þessu. 89-95, Ægir þristinn, þess ekki á ný, Brandon hann öflugur í, Undan vill á Marvin held ég, já, í frákastinu. Þessa frákastbaráttu hefði maður viljað sjá bara allan leikinn. Nú erum við að svona... Barmar fekk villuna, með 5 villur út af. Já. En nú erum við, af því við verðum að gera það, þá erum við að hlaupa inn í frákastin. Við máttum gera meira af þessu bara venjulega. 41 sekúndur eftir. 6 stiga munur. Setna ekki, Magni náði ekki alveg frákastinu, Ægir, Brandon í þristinn, nei, rúlar upp úr, Villa og Guðjón. Rosalega erum við nálægt í að gera þetta spennandi. Það var þristurinn á Tomma, hann hefði farið með þetta í 1 stig, þessi þristur hefði farið með þetta í 2 stig. En við erum að halda okkur inn í sem er frákastbaráttu. 34 sekúndur eftir, 90-95. Við erum aftur á línni. Stjarnan biður leikhlé í næsta stoppi. Jón setur bæði á ný, 3 stiga munur. Þessi rétt rúma hálfu mínútu verður æsispennandi. Við erum inn í þessu ennþá. Reyndar hafa stjörnumenn verið að hitta á ídónum eða Marvin aðalega, að hitta á 4 í röð. Jæja, Og spurning hvað Örvar gerir sko, ef að við höfum nógan tíma. En ef við látum þá spila út 24 sekundunar, þá er bara 10 sekundur eftir að leiknum. Já. Og ef við skora þá er í vandræðum. En við sýnist við alltaf bara að bakka og láta þá reyna að skora. Spila góða vörn. Guðjón. Það er svæðisvörn reyndar. Það er svæði. Það eru 2 í Justin. Hann er í vandræðum. Sóttu að stela. Lausbolti nánast. Þeir náðu ekki að skjóta, jú. Justin. 2 sekundur á skokklugunni. Skref. 11 sekundur eftir. Þetta var besta sem gæti gerst í raun og veru að þeir missa boltan og leikurinn stoppast. Það fáum við tíma að taka leikhlé, stoppa klukkuna, innkastur á miðjum. Þetta var frábært í Örvari þarna, hann kom þeim gjörsamlega óvart. Fór í, ég veit ekki hvort það var svæðisvörn, en þeir fóru þarna 2 í Justin. Og hann fraus algjörlega. Þetta var eitthvað svæðið með hjálp. Já, þetta var eitthvað svona svæðisvörn með einhverju gildru eða eitthvað. En allavega þá lentu þeir í einhverju sem þeir vildi ekki lendi í. Og allt sem þeir voru búin að skipuleggja leikliðinu, það fór út þúfur. 92-95 fyrir Stjörnunni. Rétt tæpar 11 sekundur eftir að þessum leik. Það verður vægast sagt spennandi. Hverju spáður þið? Þetta einhver fari upp í þristinn? Ég meina, Örvar fyrst hann beið og lét þá klára svona mikið tíma klukkunni, þá hljótu við alltaf að fara upp í 3 stiga strax sko, frekar hann að skora snöggt og brjóta aftur. Þannig að, já, við reiknum með því að það komi eitthvað leikkerfi þar sem að við fáum 1 eða 2 eða 3 menn fría fyrir utan 3, eða reyna að vera frí fyrir utan 3. Svo er spurning á móti, hvað gerir Stjarnan? Sumir brjóta strax
hleypa þær upp í þriggja stiga skot og senda það á vítalínuna. Þannig að ég veit ekki hvað Teitur gerir í því. Brandon missir hann. Þriggja stiga. Nei, það er af. Þetta var heldur, hann flýtti sér heldur mikið þarna. Það var svona upplausn á vellinum og það voru örugglega fríir menn einhvers staðar, en hann náttúrulega, hann er kaninn í liðinu, hann á að taka þetta skot. En ég held að hann hafi bara ekki verið nokkuð á jafnvægi. Hann hefði kannski átt að setja hann á Tomma þarna og leyfa honum að taka þrýsting. Já, ég meina það var örugglega búið að segja honum að fá boltann að skjóta og hann gerði það. Nú komum 4 stiga munur og 5 sekúndur eftir. Hann setur bæði. 5 stiga munur. Ægir upp í þrýsting. Þessi er af. Lokatölur 92-97 fyrir Stjörnunni. Stjarnan búinn að spila vel í þessu leik, það er ekki hægt að neita því. Þetta er bara íslensku körfubolti í dag. Það borgar sig að fá fleiri útlendinga í liðin til þess að vinna leiki. Lið sem er að reyna að byggja þetta upp á heimamönnum á erfitt uppdráttar. Því miður, það er bara þannig. Og að liðin eru mörg að fá sér fleiri og fleiri útlendinga og Fjölnislið er að reyna að byggja þetta upp á mannum sem er aldrei upp í félaginu. Og þá er það bara erfitt í svona leikjum. Það er bara þannig. Og það er bara, maður getur gagnrýnt líka. Stjarnan er með strák eins og Kjartan sem er eina efnilegustu skiptunum og hann er bara á bekknum. Þú veist, en þeir unnu. Já, látum við sjá. Útlendingarnir eru með 63 stig. Also, eins og við erum að tala Kjartan er svaka skipta sem hann að spila mikið fyrir jól. Hann spila 10 mínútur. Og útlendingarnir eru á móti að vinna leikinn fyrir þá. Við erum að gefa strákunum okkar tækifæri og það er bara, þeir mættu bara á góðu liði núna, verð ég að segja. Helstu tölur eru að Ægir 14 stóðsendingar. Sjá. Magni með 20 stig, Brandon með 20 stig, Jón Sverris með 17 stig, Tómas með 15 stig. Já, mér finnst þetta að vera bara mjög góð leikur hjá okkur. Það voru helst fráköstin sem voru að... Tölun að sína þetta sem voru góða leikur en við töpum samt. Svona er þetta. Fráköstin og svo... Já, fyrst og fremst. Já, ég þakka fyrir.